Golfurum með það ekki út land allt? Jú, það bara desember og golfar eiga að vera í dvala, en það alltaf að gerast. Já, maður verður bara vanur það að menn í golfi núna í desembermánuði. Við smeltum á golfmót í gær, aðvendumót. Já. Út af velli, það var bara að spila á skrúgrænum, flötum og flottett og fullt í mótið og þetta var bara aðstæði bara eins og að gerast bara fínar í lok maí. Þannig að þetta er kannski svolítið nýtt á golfinu á Íslandi að vera að spila golf í desembermánuði. Já, það var einn kylfingur sem var að keppa í mótinu í gær, hann var að skoða fréttir að það var aflýst móti sem átti að fara fram í Hawaii í gær vegna snjókum og á sama tíma voru við að spila golfmót á Íslandi. Já, nákvæmlega. Og það hefur verið góð mæting á móti í gær? Já, það var bara fullt resta út á öllum tegum og spila bara 9 holu, bara svona upp á gamanið og það var bara svona stuð, þetta var eiginlega þannig að þetta var náttúrulega mjög óvænt og allir heiminn ánægir. Já, en já, svona kannski ætlaði að spyrja út í hana Ólífu Þórunn Kristinsdóttur, árangurinn hennar núna helgina, það er kannski ekki allir sem átta sig á því hvað þetta er virkilega stórt skref hjá henni? Nei, það er skiljanlegt að fólk kannski ekki beint átt þess á því að það er náttúrulega bara aldrei áður í íslenski golfsögu kylfingu komist á þetta level. Birgilögur svona nartað í Evrópumótaröðuna en nokkri hafa reynt við þessa risastóru mótaröð í Bandaríkjunum sem er náttúrulega bara Asíumenn í dag er eiginlega búin að nánast yfirtaka og góðir kannars en síðan kemur hérna íslensk stúlka með mikið metnað og frábært hugafar og nánast vinnur meiri sem reynilega nánast úrtökumóti, verður í öðru sæti hérna á 3. stigi. Og já, hún er það ekki bara á svona, já, besta aldri, hún er etnilegu golfari, eða ekki? Jú, hún er alltaf hún er ekki gömul, hún er 23-24 ára gömul og hérna á náttúrulega nóg eftir og núna bara breytist bara lífið hennar gjörsamlega, hún þarf náttúrulega bara flytja til Bandaríkjanna og þetta eru 34 mót sem er að spila á LPGA mótaröðinni árið 2017 og hefst núna í Bahamas í lok janúar og vonandi hún fá að taka þáttökur rétt í svona kringum 17 til 20 mót, ég myndi halda að hún ætti nú kannski ná því. Já. En það er ekkit í húsi samt ennþá, hún er komið inn á þessa þáttöku aðild og sem er alltaf bara stærsta afrek golfsögunar en hún þarf að standa sér móti núna, nú þarf hún bara að ná kötti og helst að vera í ofalega í topp 10, þá er hún að fá alveg mjög mikla peninga. Já. Þetta er það ekki rosalega, þú þekkir það mjög vel, þetta er það ekki rosalega harður heimur golfið? Jú, þetta er bara hún er núna að fara bara, hún var á Evróputúrnum í sumar og hann er eiginlega bara svona hvað ég lýsa að segja, þetta er svona bara létt fjölskyldustemning þar með þarna sko, þarna erum við bara komin í ljónabúri sko, gjörsamlega ljónabúri sko, þarna eru frægustu kvenkylfingar bara í heiminum mættar og allar eru að keppa sko marga milljónir dollara í velunafé og það er ekkert gefið þarna sko. Já, nákvæmlega. En svona það er kannski búið að koma mörgum út í heimi óvænt og maður sá þarna, já, meðal annars grein í dag þar sem að var verið bara að spá í vissuði að væri golf á Íslandi. Já, þetta er endalaust og við íslenski kylfingar þurfum að vera ennþá í dag að tala sko, maður fyrir að vera ástefnu golfkennara með svona í Evrópu og það er, já, er golfvöllur á Íslandi? Ég held að kennarinn væri bara að kenna þá bara ekstra í Evrópu og já, er golfvöllur og já, þetta finnst þeim alveg stórmerkilegt, það sé bara hreinlega bara golfvellir á Íslandi sko. Þetta er golfi á Íslandi bara það stórt að það liggur að þetta sé í hver einsta bæjarfélag og það er líka að sé þannig að það er sund og golfvöllur í hverju þorpi, allavega svona innan við 20 km fjarlæg frá hverju þorpi. Já, en þróun golfsins á Íslandi, þetta virðist vera svona sport sem að, já, allir eru svolítið byrjaðir í og hérna, maður sér það bara á sumrin að allir vellir að hálf fullir. Já, þetta er náttúrulega bara svo góða við þetta gestur við golfið er það geta allir keppt við þetta bara á sínu leveli, sko.
þú getur haft gaman að gólfið þó að sko, kannski telst ekki góðu með Ólafíu sko, en þú getur verið alveg nógu góðu fyrir þig til að fíla útivistina og samveru með vinum og félagskap og fá samt svona smá keppnis í þetta andanar. Þú vilt láta bolta fljúga sem oftast og ekki alveg mikið skakt og svo að þetta er svolítið mikið keppnis og líka svona bara félagslegi þátturinn svo rosalega góður í þessu útivera. Það er það sem að fólk leitar eftir í öllu útivist og félagskap. Nú ertu búin að vera kennari í dálítinn tíma og maður að lesa hérna svolítið skemmtilegt sem þú deildir í dag að heyrst hefur að PGA golfkennarar séu búin að hjálpa fleiri hjónaböndum en hjónabarsrákjafar. Ég eiginlega smá stál þessu frá einum félag mínu sem kom í golfkillu fyrir svona áru síðan. Já. Hann fór í Aspen á skíði og á öllum stólaliftunum hann stóð sko að vissur að skíðakennarinn er búin að bjarga fleiri hjónaböndum heldur en hjónabarsrákjafi. Það er oft þannig sko að eiginmaður vill oft vera kenna svolítið konunni og þá verður bara vildi úr því. Já, nákvæmlega. En svona staðan í golfinu góðu, við eigum með það ekki, svona etnilega golfara líka og það eru fleiri konur að gera gott eða ekki svona á mótaröðum. Jú, Valdís Þóra sem ég er að þjálfa, hún er á leiðinni bara í fyrramálið til Marokko að keppa í fyrsta stíginu í úrtökumóti fyrir öðrumótaröðunar og hún er búin að vera í annarri deild í Evrópu og er að vonast þess að reyna að fá þáttökur eitt í fyrstildina, Evrópumótaröðina og síðan erum við náttúrulega með sko, ég held að séu 10-11 strákar sem að fóru í aldrei eins margir sem að reyndu fyrir sér að komast að Evróputúrin og fóru 2 inn á annar stíð og minna bara einu höggin og komast að 3, allavega 2 og það var þú myndu fylgjast með þessu núna næsta árin, það munum núna fara strákarnir líka að fara að detta núna inn kolla. Já, þetta er það ekki svolítið mikið í hugunum sem gildir líka í sportinu? Jú, það er það sem að eiginlega Ólafía tók bara skarið með fyrir sjálfan sig, sagði pappinar mér fyrir svona ári síðan þá bara ætlaði hún að vera sterkust í haustin. Hún kunni að slá boltan, kannski slegið boltan en hafði það markmið, hún ætlaði að vera sterkust milli eyrnanna. Og það var hennar markmið, hún bara segði og hún þyrfti bara að vera það sterk sko, andlega til þess að ná þessu og hún fór í alls konar hugarleikfimi og alls konar eitthvað jóka og svona og þessi bara skilja sér þetta og segir hún það í öllum vittunum, það snýst alltaf bara hugar, andla þátt. En svona aftur í lokinu út í aðstæður til gólfsins á Íslandi, nú er þeim búin að fara ansi bætandi og vellinir okkar, hvernig standa þeir svona á alþjóðavísu eða svona yfir sumatíman þegar best lætur? Sko, við eigum náttúrulega marga velli sem eru bara mjög, mjög góður sko. Það er ekkert sem við erum ekkert að vera feimnir með að segja það sko. Það er eins og Vestmannaeyjavöllurinn og Hvaleyrarvöllurinn og Korpúlfsstaðavöllurinn Akureyri þegar hann upp á sitt besta þetta er allt gullfallegi vellir og margir erlendir ferðamenn eru hreinlega farin að koma til Íslands í golfferði sem að tíðkaðist nú ekki bara fyrir nokkrum árum sko. og það er komið meiri fagmennska í vinnu á golfvöllunum með betri menntum vallarstarfsmönnum og saman með golfkerna við erum orðið meira menntaðir og útskrifaðar PGA-golfkennarar og svona og þá er komið meira gæði í golfvarna og meiri gæði í golfvellina þá vilst þetta allt saman og þessum að erum að sjá svona árangur sem Ólafíu og fleiri. Hlynur Geir Hjartarson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hvernig á menn að skella sér á golfvellin í vetur eða er það bara núna í vetur? Það var nú bara eins og þú varst að tala í dag sko, þá er 50 dags, þá byrjum við innanúsæfingar í dag og við barnaunglingastarfið hófst í dag og undirbúningu fyrir bara sumari 2017 og þetta er eiginlega 5-6 mánaða undirbúningur æfingar fyrir sumari og það hófst í dag. Bestu þakkir og gangi ykkur sem allra best. Takk sömuleiðis og gleðileg jól. Já, sömuleiðis. Já, það er nóg og það er hægt að kynna sér allt inn á golf.is og svo er það náttúrulega hjá hérna á Selfossi, það eru með mitt Facebook síðu meðal annars golfklúbb Selfoss Æsland og gott betur það að hægt að kynna sér þetta allt saman. En staðan í leik
leiknum í undankeppni heimsmeistaramótsins í handbolta kvennamegin, Noregur 21, Rúmenía 17, 9 mínútur eftir þessum leik Þóri Helgesson í góðum málum þarna, en í hinu leiknum þar sem að Danmörk og Svartfjallaland eigast við, þar er staðan 20-20.